Helgi ungur maður sem dreymir að verða rithöfundur. Kvikmyndin Eins og skepnan deyr nú að hefjast. Það hefur nú ýmislegt breyst, Helgi, síðan þú var síðast í firðinum. Já. Skrítið. Hvað, ég hef verið 5 eða 6 ára þegar ég var það síðast. Já, það er svona langt síðan, já. Já, það var sumarið sem að mamma þín kynntist Wolfgang. Ég skil ekki af hverju þú farið þangað öll þessi ár, Helgi. Hann var nú búinn að lofa mér því. Kom á að vera mánuð á síðasta sumri. Hann stóð nú ekki við það, blessaður. Já, að gefnu tilefni. Þá ætla ég að biðja ykkur að hleypa engum ókunnugum í ána. Hverjir ættu það svo sem að vera? Já, það er nú aldrei að vita hverjir geta lagt leið sín í fjörðinn. Nei, það er nú annars ólíklegt að þið verðið vör mannaferða þann tíma sem þið eru þarna. Þér ætti allavega að ganga vel við ritsmíðarnar. Til þess að nú leikurinn gerður. Jú, jú. Hvernig það annars með hreindýrin? Hann hefur ekki talað um annað síðasta mánuðinn. Jú, við höfum leyfi til að fella 1 dýr. Sjáu þið steininn þarna? Við köllum hann álfastein. Eða álagastein. Mamma þín Helgi, hún hélt mikið upp á hann. Sat gjarnan við hann þegar hún vildi vera í friði.
Hreindýrin virða sækja hann á veturnar. Það skjólgott við hann og auðvelt fyrir það að komast í grös. Já. Ég gleymi því aldrei þegar Wolfgang ætlaði að koma mömmu þinn á óvörum. Þar sem hún sat undir steininum og hann prílar upp á með þeim skelfilegu afleiðingum að hann brákar á sér löppina. Og mamma þurfti svo auðvitað að annast hann næstu vikurnar. Já, þannig byrjaði nú það. Nei, svona í alvöru, þá fer illa fyrir þeim sem virða ekki helgi náttúruna. En meira að segja hreindýrin sýna svona löguðu virðingu. Já. Hvað sagði þið? Það er ekki hausinn, drengur. Hvað ertu eiginlega með í þessu? Hvar viltu svo eiginlega til riffilinn? Bara hérna í hornið. Bara. Ég ætti kannski bara að hengja hann á snúruna. Maður beinir aldrei byssum að fólki. Hvað er þetta, maður? Þetta var alveg óvart. Bara smá grín. Grín? Ég var að ímynda mér að ég sæi hreindýrahjörð í fjarska. Það er sama, vinur. Auk þess var byssan óhlaðin. Það er sama. Þurftu þið að gera mikið við þetta hús, Baldur? Húsið? Já. Elskan mín kemur bóstalega allt í einu. Já. En er það ekki draugur hérna? Draugar? Já, ekki nema þeir draugar sem menn taka með sér. Svo náttúrulega Hálfdán gamli. Hvað meinarðu? Hálfdán? Nei, það er kallarævill sem á húsið þarna hinum megin í firðinum. Já, hann kemur hingað svona. Einu sinni til tvisvar á sumri. Kemur þá æfinlega landleiðina. Hins vegar er hann nú fáskiptinn og gerir aldrei boð á undan sér. Ég held hann komi nú aðalega til að koma fyrir skiltum hérna við ána. Hann á þá til að skjóta á skiltin okkar sem eru hinum megin á bakkanum. Til að segja eitthvað tilkall til veiði. Já, svolítið stíft. Já. Heyrðu, já, það voru þessar dyr hérna sem ég var að tala við þig. Nei, ég veit ekki þú. Þú ræður því sjálfur, hvora þeirra þú notar. Jæja, vinur, þetta er nú aflgjafinn okkar hér í firðinum. Og á hann duga engin vettlingatök.
Hvaða vélarsjóð er þetta? Ég er nú ekki byrjaður enn. Þú ert kannski fann að sjá draug. Ha? Nei, ég sagði svona. En þú hefur verið að hægja á sér, þá verður að vera snöggur til. Að vera snöggur til. Að vera snöggur. Baldur ætlar að segja við þig eitt orð. Skothylki. Það vísur tómt. En það er sama. Nei, nei. Kallinn er hvergi sjáanlegur. Vonandi ekki væntanlegur. Heyrðu, Baldur, Já. þú skreppur kannski heimsókn á bátnum ef þú hefur tíma. Já, ég reyni það. Já. Annars erum við bræðurnir nú frekar uppteknir svona næstu 2 vikurnar. Já, ég veit það. Já, við verðum í sambandi. Ha, já. Já. Það held ég nú. Ég sæki ykkur í öllu falli. Já. Já. Jæja, krakka mínir, blessaður vinnur og gangið þér vel. Takk þér fyrir, Baldur minn. Alla hjálpina. Já, það held ég. Jæja. Já. Já, ertu svo dugleg að æfa þig á Beethoven? Mozart. Já. Mozart, já. Já, láttu strákinn bara ekki ruglaði of mikið í ríminu. Hann getur verið dálítið erfiður eins og við vitum. Hvað? Já. Held ég. Já, ég kall ykkur upp í öllu falli. Eða þið mig, þið kunnið örugglega talstöðina. Já, ég er með hann á hreinum. Já, það ætti ekkert að saka þó að Lára kynni á hana líka. Rennur niður Bankastræti, Bifreið, tíguleg, Bónuvöll og Egillinn, jú, það er ég. Kerra þessi er merki þann þrótt gaf mér Guð. Gripurinn keyptur fyrir strit og puð. En því ég að þræla, því ég að pæla, að lokum grafinn verði í sömu mold og þeir, slappi fúll og lati geir.
Hvernig gengur? Svona, svipað á þér. Ég er eiginlega strand í bili. Ég er svona að hafa mig göngutúr. Ertu með? Þó að þessi kall Rólega, Helgi! einn og andvaka og úti regni svall allir myndir taka á kalda jörðina grátum með regningu á kalda jörðina og alls ekki örvænta við getum Þetta er kjör Bíddu. Þótti langi heim Ríkulega sál Til að vera með þeim Sem skilja þitt hjartans mál En eru fjarri þér Standa þér næst en eru samt svo fjarri þér Þá skal þau örvænta Við Annars finnst mér sagaðinn ágætt. Allavega það síðasta sem ég fekk að líta á. Svo held ég bara á eftir að drífa þetta í útgefendur. Í stað þess að vera með þá þráhyggju að enginn megi lesa þetta fyrir undir orðið svo að segja fullkomið. Of mikil sálsgagnrýni getur verið niðurdrepandi, hreinlega. Já. Það er náttúrulega margt sæmilegt í þessu. Það er ekki það. Mér finnst líka ósköp indælt að vera hérna. Hins vegar mættu hreindýrin fara að láta sjá sig. Blessaðu gleymdu þeim. Ef þú nefnir hreindýr þar sem eftir er dagsins, kitla ég þig. Hreindýr? Ókei, komdu á eftir ef þú þorir. Þú sleppur ekki!
Ætlarðu að lofa að kitla mig aldrei aftur? Viltu gjöra svo vel? Ætlarðu að lofa? Ég lofa. Upp á æru og trú? Ég lofa upp á æru og trú. Mundu það bara að ég hef ekki húmor fyrir svona lögu. Ekki ef ég hef húmor fyrir því að vera kitlaður. Samt hlærðu alltaf eins og brjálæðingur. Mjög fyndið. Mín gengið leiður heim til mín. Nó komið nætur gaman. Allur blárómarinn gengið barinn ástin mín. Nauða þurfa að sofa saman. Aftur svektur út í tilveruna þar á meðal þig. Aftur beiskur. Hvað á að gera við ræfla eins og þig? Útvarp Reykjavík, klukkan 22:15. Nú verða sagðar veðurfregnir frá Veðurstofu. Þetta á Veðurstofu Íslands, Veðurspá. Við Færeyjar 985 millibara lagðarmiðja sem þokast í átt til Austfjarða. Heldur kólnar í veðri. Veðurhorfur næsta sólarhring, suðurland til Vestfjarða og suðvesturmið til Vestfjarðamiða. Stöðugt veðri. Þó það nú væri. Maður stendur nú ekki í stað. Þú meinar eins og sumir? Ég meina bara það sem ég segi. Ég skil skotið. Helgi, enga vitleysu. Hvað? Ég sagði bara að sé svona. Leiktu heldur. Skák. Og mát. Jæja. Viltu fara að ná í þær ef að skyldi nú fara að rigna? Rétt strax.
Helgi. Ertu á bæn? Fann hún upp á lofti. Ertu búin að vera þetta lengi? Ekki. Ég ætla fyrst að móta þetta hans betur áður ég ber þetta undir því. Ég skil. Heldurðu að borða með mér morgunmat? Ég svaf svo prýðileg alla nótt. Ofsalega heitt. Ætla að reyna að vera dugleg að æfa mig allan dag. Gerirðu þig grein fyrir því hvað þetta er erfitt prófverkefni? Ertu að hugsa að klára biblíun í dag? Ertu kannski að hugsa að taka stefnun á guðfræðina? Þú gætir kannski sötrað örlítið hærra. Hvaða stælar eru þetta? Þú segja þér að kaffi væri sjóðheitt. Það veitir hins vegar ekki að því að kynna þér eitthvað borðsýn. Já, þú náttúrulega lært þá hjá mömmuðinni í Þýskalandi. Hún kemur þessum mál ekkert við! Þetta er bara óþolandi! Þegar maður er að einbeita sér! Helgi minn, ég veit nú ekki hvort morgunverðarborðið er alveg rétti vinnustaðurinn fyrir þig. Við verðum að geta talað saman. Ég meina, þú situr hvort er við skrifborðið þetta allan daginn og vinnur. Ég hef nú eins og engan annan að tala við. Þetta færðu kannski viðræðu félaga. Góðan daginn. Góðan daginn. Eru hérna varaskipið fyrir utan? Vorum að hugsa að renna fyrir einn eða tvo fiski í ánni. Þótti rétt að láta ykkur vita. Já. Ég veit nú ekki hvort að eigandinn er mjög hrifinn af því. Þetta voru aldrei verið neitt mál. Já. Ég hafa nú eiginlega búin að banna mér að hleypa ókunnugum í ána. Við verðum þarna smá stund. Já, ég veit ekki. Heyrðu ljúfur, við skulum ekki fara að gera neitt mál úr þessu. Við verðum þarna fyrir kvöldið. Heyrðu þið ekki að hann sagði að þetta væri bannað? Nú það er bara komin dama í fjörðinn. Heyrðu, ljúan. Svenni minn, við skulum tjekka á hann í bakaleiðinni. Hvað drífum okkur? Hverju listum við ekki einan þetta? Það var svona kalla góða. Hverju varst ekki ákveðnari við þá? Þú veist að Baldur var búinn að banna Já, ég veit.
þetta sjálf. Það þýðir ekkert að tjónka við svona menn. Þú átt alltaf jafn erfitt við að standa við það sem þú segir. Þú ert óþolandi! Það er kvöld og hann æðir göturnar með frakkann flaksandi eins og stífða vængi. Votur í annan fótinn, kaldur. Og hann er eins og endurborinn af nýrri sýn á lífið. Nú er honum sama allt, dásamlega sama. Hann fæst ekki lengur ást og hlýjufullar stundir eða aðra þá hluti sem halda honum niðri. Hann er aftur einn í heiminum og vitundans er eins og í styggðu dýri sem þráir að leggja klónum í allt og alla. Það er kvöld og hann ráfar borgina og þráir að finna mátt sinn fullkomnast í eyðileggingunni. Á reykmettum dansstað stýmir hann hvatur upp í vitin á ókunnri stúlku með smurt fálæti í augum. Ber sig að slá henni merkingarlausa gullhamra, missir löngunina, ruglar með sjálfum sér út í loftið, fer með óskiljanlegan útúrsnúning úr erlendum fræðum, kallar hana hálfvolgum ónöfnum. Hún biður hann éta skít. Takk, segir hann. En þau umbera hvort annað ballið á enda, án þess að ræða neitt frekar, án þess að færa sig úr stað. Hvað náttúran er hyggin. Svo fylgjast þau út í kvöldnæðingin, líkja sig í yfirhafnir, án þess að skiptast á frekari orðum og halda heim að sofa saman. Og í dálitlu ókunnu bakhúsi, langt út í bæ, fötin hans í hrúgu út allt eins og sálin, sífrandi smábarn í næsta herbergi og grátt tungl úti fyrir. Þá liggur hann andvaka nóttina, minnist grannra fingra sinna í dökku hári stúlkunnar og reynir að stugga úr minningunni öðru hári, ljósara, fallegra, mýkra, sem var einu sinni fingurgullið hans.
Helgi? Helgi? Fyrirgefðu, ástin mín. Ég þurfti að vinna smá á eftirvinnu. Fífl. Asni. Jú, þetta saknaði ég mömmu fyrst eftir að hún stakk af með Volgang. Það var bara svo lítið eftir því. Ég var svo lítill. Já. Pabbi þinn. Hann pabbi þinn. Hann sagði mér að þú hefði grátið í svefn á hverju kvöldi í 2 mánuði. Já, sagði hann það. Já, hann hefur kannski sagt þér frá því þegar við komum að mömmu og Volgang út í skemmu. Hann hefur ekki sagt það. Nei. Og hvað ég hataði þau. Pabbi vildi ekki trúa því. Volgang kom hérna á hverju sumri þegar við vorum hérna. Beina leið frá Þýskalandi til þess að rannsaka hreindýrastofninn. Það var hann bara að rannsaka ýmislegt annað. Og pappa grunaði heldur aldrei neitt. Hann hélt meira að segja að Volgang væri vinur sinn. Bölvaður bjáninn. Það er svo merkilegt með karlmenn að þeir halda oftast að allt sé í lagi bara ef hlutirnir eru á þeim stað sem þeir eiga að vera. Þeir geta verið svo blindir. Hvað meinaru? Æ, ég veit ekki af hverju ég er að tala um þetta. Ég get ekki talað um þetta, kann það ekki. En hvað pappa þinn? Hann hefur eiginlega aldrei haft tím eftir að hann giftist aftur. Já, en mamma þín? Við sjáumst á sjaldan. Þekkjumst á lítið. Henni finnst ég vera rótlaus og óábyrgur. Það eina sem sameinar mömmu og pappa er að þau vilja bæði gera mig að manni. Og finnst ég ekki vera á mínum stað. Já, ég var einhvern veginn glaðvakandi.
Ég vildi að ég geti sagt það sama. Mér langar. Ég finn það. Eigum við? Ég er ekki í stuði. Sittu þá bara glatt út í lofti. Kannski farðu upp römmun ofan. Nú, það kannski eitthvað í kaffinu. Ég get þetta ekki. Hvers? Hreindýra? Ég sagt ekki að vera að leita þeirra. Gengur illa hjá þér í augnablikinu? Ég hef svona fyrir áhyggjur að mér tækist ekki að ljúka þessu tilsettum tíma. Tilsettum tíma? Og þessar áhyggjur fyrirmunnaði gjörsamlega einbeitar að því sem máli skiptir. Skrifunum sjálfum. Eins og þú veist manna best, þá stend ég aldrei við það sem ég segi. Hvað? Ég hef aldrei fullgert neitt. Aldrei lokið neinum. Því skildi það vera öðruvísi í þetta skiptið. Ég held þessi fann að kvíða prófunu. Mér hefur aldrei gennist nógu vel hérna. Þú stendur þig með glans. Þú hef alltaf gert það. Hvað djöfurinn er þeir alltaf að dóla sér að það? Ertu ekki að hugsa um það núna? Hvernig heldur að okkur eigi eftir að líða hérna næstu vikurnar? Ágætlega. Eigum við að taka einn skák fyrir svefninn? Góð hugmynd.
Halló? Er ykkur þarna? Halló? Helgi, ég held að kallinn sé að fara. Svona! Hvað ertu að gera, maður? Helgi, heldurðu við ættum ekki að hafa samband við Baldur? Nei, þú veist að Lára mín. Sko, hann er að fara kattfíflið. Þar hún snúist ekki hugur einu sinni enn. Alltaf hann finnist hann ekki vera búinn að gera sitt. Það er eftir öðrum öfugmælum lífsins að söguhetja vor er einn góðan veðurdag kominn með sundurlaust farteski aftur á æskustöðvarnar. Sjálfsagt er þessar æskustöðvar lítið nema grjótið, allslaus og hljóður eyðikjálki, fjarri öllu sem máli skiptir. Hvað er hlægilegra en ungur maður að vitja bernsku slóðana? Og hvað er ógleymanlegra en svo fyrsta og dýpsta reiði sömu bernsku? Er það ekki skrítið og hrífandi hvað hún hreiðrar sig einhvers staðar í sálardjúpi eins ritjulegs unglings? Og hann ætlar að halda út í heiminn að lifa, en á ólíklegustu stundum brýst hún upp þessi reiði og gagntekur hann í öllum sínum hrjúfa sannleika.
Því hann aldrei frjáls af þessari reiði vanmáttarins fyrir hann hefur skilið vanmáttinn eftir í götunni, eins og ham. Það útsjónasöm reiði og hún sprettur upp í nýjum og nýjum myndum. Það myndin af ókunnum manni sem birtist dag einn með próf upp á náttúruna í kringum bæinn. Próf upp á hreindýrin á heiðinni ofan við. Og brátt getur ekkert orðið eins og áður. Það myndin af honum sjálfum, litlum heimakærum og skítugum strák, hlaupandi upp í holtið í magn og annað bræði, leitandi að blóraböggli, sökudólgi. Og það svo mynd hvar hann stendur og sér dýrin sjálf á lengdar, lötrandi í faðmi víðáttunar, völd að örlögum fólksins inn í bæ. Og þó svo óþolandi saklaus af öllu. Þegar hann kemur á æskuslóðirnar, sér hann dýr í fjarska. Sástu eitthvað? Ég veit það ekki. Sástu hreindýr? Hvar? Hvar nákvæmlega? Nei, alltaf ekki bara verið kjarrið eitthvað svoleiðis. Af hverju viltu ekki viðurkenna það? Förum heim. Heim? Hvert? Förum héðan. Til hvers? Ertu loksins búin að missa trún á samband okkar? Annað eins hefur nú gerst. Nei. Nei, það var ekki það. Nei! Nei! Þú saknar auðvitað hringingana frá þessum asna. Björgvin eða hvað hann nú heitir. Þessi auli sem þú plataðir upp í tílinn þegar ég var í Þýskalandi. Og ekki bara einu sinni. Og ekki bara tvisvar sinnum. Og ekki bara 10 sinnum. Heldur ef til vill 100 sinnum. Getur ekki viðurkennt að það hefur hreyft við þér þegar hann fór að syngja aftur. Hvað að þér? Þú veist ósköp vel að hann kemur svo máli ekkert við.
Samning. Og þá var að gera að gjörnýta hann. Og nú viltu ekki viðurkenna að þú sért aftur orðinn hrifinn af þessum vesalingi, alveg eins og þú vilt ekki viðurkenna að þú hefur séð hreindýr í gær. Hvað hef ég sagt? Segðu bara að þið langir heim til Björgvins. Segðu það bara, segðu það. Segðu það. Þú getur farið heim. Þú getur farið heim ef þú vilt. En ég fer ekki fet. Farðu. Lára! Lára! Sástu Trillu? Sást þú Trillu? Nei, það var ekkert. Það var ekkert. Ég var að spyrja þig hvert að einhver bátur hefði sendt út neyðarkall. Skipti. Já, ég skal gera það. Blessaður.
Skák. Og mat. Þar lágu Danir í því. Mér fer fram. Þú mig grunar nú að það sé ekki eina ástæðan. Ef það er ekki hreindýr, þá er það dularfullur bátur. Seyðisfjörður. Seyðisfjörður. Fjarðarbotn kallar Seyðisfjörð. Seyðisfjörður, Fjarðarbotn. Já, Seyðisfjörður. Seyðisfjörður, Fjarðarbotn. Það er hvort sem hún seint. Ég veit það. Það er ekki rétt, Bjarni, að þú færir austur fyrir, ekki það. Gangi ykkur vel. Fjarðarbotn, Seyðisfjörður radíó. Fjarðarbotn. 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 Svo stendur hann dag einn með útjaskað uppkastið að sjálfum sér á mannmargri brautastöð út í heimi. Hokinn og rýr með samanbitnar varir og ætlar loks í þá einu ferð sem loki hringsóli hans í hlýjum upphafspunkti. Það er kallað í brottför. Ábúðarfull liðiriksar bísbert hjá með virðulegum köllum og bendingum og ertnisfull útlenskan sleikist óskiljanleg við eyru hans. Allt er svo fyrirtaks markvist og ráðið á þvílíkum stað. Og hann brosir bæklað út í nafnlausan grúan. Lestin þokast af stað. Þá er eins og forkostulegur teinungur þræði sig niður í gegnum hann, von í brautarpallinn. Hún kemst ekki úr sporunum
og óragamall kuldi einsemdarinnar hríslast hann. Hlálega uppburðarlegur. Áragamlar flækjur stíga með kaldri hægð til höfuðsins eins og rót gróður fljótu upp úr botni drullupits. Þær vefja sig margfalt hugans og hann pírir augun eins og í stormviðri og sér naumast frá sér lengur á pallinu. Ákvarðanir. Hvað eru þær líka nema sérréttindi útvaldra? Lestagluggarnir tínast hjá, hraðar og hraðar, og hver þeirra æpir til hans, síðustu forvöð, ungi seigur. En óvægnir kraftar eru að slíta hann sundur eins og gisna tusku. Hann skimar í örvílnan eftir hjálp, eftir óvæntri hvatningu og heiftin brýst í iðrum hans eftir útrás. Svo fer síðastu vagnin hjá. Ungur maður í afgömlum frakka stendur á pallinu. Svo hverfur hann að endingu í skarkala ryk og útlenskt bergmál. Lífið kemur sér alltaf af stöðinni á réttum tíma. Þú mátt bæta því við. Ég glemdi bara einu. Það skiptir auðvitað engu máli þó þú missir af lestinni. Svo kemurðu heim í sálarlaust volk og barning og það öllum skít sama. Helgi. Skít andskotans sama. Góðan daginn. Svefnburka. Já, ég drekk þá bara súkkulaði sjálf. Gettu hvort það er sól eða rigning. Ef við ekki bara slá oss upp í kæruleysi. Til hvers ertu eiginlega komin hingað? Til að skrifa eða til að skjóta eitt vesalt hreindýr? Hvort tveggja. Og til að vera einn með þér. Æ, látt ekki svona. Ég er að tala í alvöru. Ég líka. Ég meina, hvaða máli skiptir eitt hreindýr? Þetta held að vera ekki með öllum jalla. Ertu að skrifa sjálfan þig? Æ, þú veist alveg við hvað ég er að fást. Já. Nei. Eiginlega
Eiginlega veit ég það ekki. Æ, þú veist. Hann kemur aftur til æskustöðvana sem hann hefur ekki þorað að kannast við öll unglingsárin. Gjörsamlega rótlaus, vinkona hans auðvitað með. Hann fer í hreindýraleiðangur sem endar með ósköpum. Við hvað ertu eiginlega að fást? Við hvað ég er að fást? Þetta fjallar um okkur. Okkur tvö? Okkur öll. Sko, hérna er það sko. Við erum öll að leita að einhverju, en við finnum aldrei neitt, því við vitum ekki að hverju við erum að leita. Þess vegna er ég ekki að fást við neitt. Ég er ekki að fást við neitt sem máli skiptir frekar en aðrir. Það er enginn að fást við neitt. Hvers vegna gerðirðu þetta? Fjarðarbotn. Seyðisfjörður kallar Fjarðarbotn. Halló? Halló? Fjarðarbotn. Fjarðarbotn. Seyðisfjörður kallar Fjarðarbotn. Helgi minn. Heldur ekki að fá þér eitthvað að borða? Það eru allir að rembast eitthvað. Það er æðislegur kaflinn þegar hreindýrið fellur. Veistu það? Hann fellir aðaltarfinn. Helgi minn, viltu ekki reyna að borða eitthvað? Það skiptir ekki máli. Bæti í því. Hann heldur hann hafi fellt hann. Tarfinn, þá er bara einhver önnur skíti sem fellir hann. Hann skot lendir annar staðar. Helgi minn, fáðu þér eina brauðsneið. Þú er ekkert borðað. Það skiptir ekki máli. Brauðsneið.
skiptir ekkert máli. Viltu ekki vita hvað hann skýtur? Viltu ekki vita það? Ég veit það. Ekki minn rólegur, hvað ætti það svo sem að vera? Helsi, þú ert farin að rugla. Ég er búin að drekka mikið. Förum að sofa. Þú að sofa, ég fara nú út. Þetta er ekki allt saman. Ég ætla einu sinni að standa við það sem ég segi. Og þú ætlar að hjálpa mér. Jú. Nú fyrir þú upp á loft og nærðir þig fyrir. Nei! Jú! Lára! Seyðisfjörður? Halló? Halló? Þetta er Fjarðarbót sem kallar. Fjarðarbót kallar Seyðisfjörð. Halló? Seyðisfjörður?
Þú ert í góðum höndum. Já, já. Helgi er líka í öruggum höndum. Við fljúgum með hann á sjúkrahús. Hvað segirðu, þið þremenningarnir hafið þá verið að svipast eftir hreindýrum? Já. Að Baldur hafði samband við stjórnarskilið og bað hann að taka þátt í leitinni að Sigurði. Við rákum svo að halda hans nefn í morgun. Ég sagði þeim að ég hefði heyrt skothvell í Fjarðarbóli. Var þetta Ljótsson? Já, er þetta ekki feiknavopn sem hann á? Bara frekar hafa þið með mig. Það var í vegi. Bara frekar hafa þið með mig. Það var í vegi. Það er tilbúin koja fyrir þig ef þú vilt hvíla þig. Erum við að fundið brak úr Sigurði? Sigurði? Já, það er trillan sem við höfum verið að leitað. Sigurður Ingi Friðrik, flugumsjón, rétt móttekið 10 mílur úti. Miðum var 302 gráður, framhalli er 1 gráða, hliðarhalli 2 gráður. Eru nokkrar fréttir varðandi Helga Ólafsson. Já, reyndar. Sinn skaut hinn ofurlitli amor, með segulstál sem feyktist burt og villtist út í buskan en laust sumarmál. Lenti hún í minni sorg, var bara líf sem vildi lifa langan heitan dag. Ég var bara víf sem vildi syngja vorsins dægur lag og hugsa ekki sólarlag.
skrifa og söng til þín mitt ljóð. Lagið mitt var vorsins dægur fluga sem villtist fljótt af slóð og fuðraði upp í kvöldsins glóð. Ástin heimtar löngum náttjapið, leikur með þig til og frá. Selur kossi, staldrar við, stutt og gengur síðan hjá.